Gott kvöld. Mönnum brá heldur betur í brún á Fáskrúðsfirði þegar sérsveitir lögreglu og Hafró mættu í bæinn og lokuðu höfninni eftir að nótaskipið Hoffell lagðist að bryggju. Borð var svo skemmdur farmur af síld að hann jafnvel talinn geislavirkur og síldin augljóslega ekki hæf til bræðslu, hvað þá manneldis. Kjartan Reynisson útgerðarstjóri segir það útilokað að í sínum skipum sé maðkur í missunni. Varðskip Landhelgisgæslunnar hefur nú lokað höfnunni. Bærinn fullur af lögreglumönnum, einkennisklæddum jafnt sem óeinkennisklæddum. Þeir eru jafnvel með hunda sér til aðstoðar. Sjónavottur sem kom fyrstur á vettvanga á bryggjuna var grunlaus hvað var að gerast, en ískaldur þó að vanda. Sem að gera venjulega, þá fyrir maður að forvitna, skoða. Þegar ég kom fyrir bryggju hús Kristúrshornið, þá var eins og væri sjómannadagur því að það var svo mikið af bílum. En engin lögreglubíll, þannig að ég færði mig nær. En þá kom maður og sýndi mér merki og sagði að bryggjan væri lokuð. Þannig að sá maður hlut að vera eitthvað mikið í gangi. Útskýrði hann eitthvað fyrir hvað væri í gangi? Nei, og ég spurði ekkert. Ég fór bara í vinnu. Hvernig var þér við? Mér var það ekkert við. Þetta var óskup venjulegt sko, eða óvenjulegt. Maður var ekkert að kippa sér upp í það. Það var bara eitthvað í gangi og var ekkert að spá neitt meir í það. Starfsmaður á vigtarplani segir frekjuna og yfirganginn alveg með ólíkindum í þessu liði að sunnan. Hann sakar mennina þjófnað og gripdeildir og segir þá stela öllu steini léttara úr Hoffellinu og ætla með það til Reykjavíkur. Og þá voru þið búin að tína upp á bryggjuna, eða tíndur upp á bryggjuna allt efni, allt rúmföt og dýnur allar úr skipinu og ætla að fara með þetta suður svo þetta blotnað. Og ætluðu svo að láta sauma þetta nýtt og þurrka þetta fyrir sunnan. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur fréttastofa ekki náð frekara sambandi við Kjartan Reynisson útgerðarstjóra. Samkvæmt áreiðanlegum heimildum mun hann vera fárveikur borð í hinu skipinu sínu Ljósafelli, einhvers staðar langt út á Ballarhafi, þrátt fyrir að áhöfn skipsins hafi enn ekki séð farþegann. Gísli Jónatansson, framkvæmdastjóri, segist vera orðinn svo stressaður á ástandinu að hann hefur sett sig í samband við stórsnjallan predikara á ljúfmenni sem kuð vera öllum hnútum kunnugur og þaulvanur að leysa flóknustu vandamál. Gísli segir predikaran hafa brugðist skjótt við enda náinn vinur. Hann sé nú á leiðinni austur á land sér til hjálpar að koma hlutum í samt lag. Og ég vona nú að við getum þá haldið upp í fullri vinnu eftir að hann kemur. Og því að það er náttúrulega mjög nauðsynlegt fyrir þennan stað að við getum haldið upp í fullri vinnu í okkar fiskvinnslu, bæði í frystingu og söltun vegna þess að þetta er nánast eina fyrirtæki nú sem stendur sem er með fiskvinnslu hér í landi. Hoffellið nú í herkví og það virðist algjört upplausnar ástand vera ríkjandi hjá loðnuvinnslunni. Fyrrverandi útgerðarstjóri fyrirtækisins segir að þetta ástand sem nú komið upp sé ekki hægt að rekja til sinna starfa hjá félaginu. Hann segist jafnframt vera með lausnir á málunum, enda hann þekktur fyrir góð ráð og ákvarðanatökur. Hann fullyrðir að framkvæmdastjórinn sé að hætta og baráttunum að komast í tröð sé þegar hafin. Væntanlega hættir Gísli núna á seinnipartinu þessu ári og það mun verða gerður við hann verk- og starfslokasamningur. Eiríkur Gjerskur segir jafnframt að það sé ekki nóg að vera með lögheimili á búðum til að hreppa stöðu framkvæmdastjóra. Hann segir hins vegar afar mikilvægt að sá hinn sami verði þó að vera rétt eyrnamerktur. Annar viðmælandi fréttastofu segir spillingu viðvarandi vandamál innan loðnuvinnslunar. Framkvæmdastjórinn ætli til dæmis sjálfur að kaupa mörg hundruð geisladiska af Samkór Suðurfjarða, kór sem hann sjálfur í, og gefa öllum starfsmönnum í jólagjöf. Við munum færa ykkur fréttir af gangi mála austur á Fáskrúðsfirði eftir því sem þær berast.